Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 23. júlí, er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er við borð Drottins. Lexían segir að landið hafi ekkert að óttast. Guð muni gefa vorregn og haustregn. Í pistlinu segir að allir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá, vildu menn sjá tákn til sönnunar því hver Jesús væri. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesar Guðspjalli 6. kafla og hljóðar svo. Þeir spurðu hann þá, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo að við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er, brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ykkur, Móse gaf ykkur ekki brauðið af himni, heldur gefur Faðir minn ykkur hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann, Drottinn, gef okkur ætíð þetta brauð. Og hann sagði við þá, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag er við borð Drottins. Í Guðspjallinu er Jesús á tali við nokkra gyðinga og ég ætla að bakka aftur nokkur vers til að fá betra samhengi í samtal þeirra við Jesú. Í upphafi kaflans er mettunarsagan þar sem Jesús mettar 5.000 manns með 5 byggbrauðum og 2 fiskum. Og þegar menn sáu þetta tákn, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Síðan leggja lærisveinar Jesú af staði við vatnið á undan honum og Jesús kom gangandi á vatninu. Síðan segir sagan að menn eltu Jesú og fundu hann hinum megin við vatnið. Við getum spurt okkur af hverju þeir eltu hann, en Jesús vissi ástæðuna. Hann segir við þá að þeir leiti hans ekki af því að hann gerði tákn eða kraftaverk, heldur af því að þeir urðu saddir af brauðunum. Og hann bætir við að þeir skuli ekki afla sér fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem hann varir til eilífs lífs. Við getum séð á textanum að þessi menn eru gyðingar, vanir lögmálsverkum því þeir spyrja hvað þeir eigi að gera til að vinna verk Guðs. Og Jesús svarar, það er verk Guðs að þið trúið á þann sem hann sendi. Já, þetta er ótrúlegt en satt að það eina sem Guð fer fram á við okkur er að við trúum á son hans. Og þá erum við komin að Guðspjallstextanum í dag. Þrátt fyrir þetta svar vilja mennirnir að Jesús sýni þeim tákn svo þeir trúi. Og í næsta versi á eftir Guðspjallinu segir Jesús, þið hafið séð mig en trúið þó ekki. Jesús sem veit allt vissi að þessi menn voru í hópi þeirra 5.000 manna sem hann fæddi daginn áður. Þeir höfðu séð hann gera kraftaverk og það lýsti vantrú þeirra best að þeir vildu enn og aftur fá sönnun. Þeir nánast sögðu, ef þú gerir ekki persónlegt kraftaverk fyrir mig, þá trúi ég ekki. Og þannig er það margan mannin, hann vill fá sönnun fyrir tilveru Guðs, en vill svo að aðrir trúi honum þegar hann segir frá. Orð Guðs segir hið gagnstæða. Trúin þarf að koma fyrst. Ef þú trúir, þá munt þú sjá dýrð Guðs. Gyðingarnir vitnuðu í Móse að hann hafði fætt lýðinn með brauði af himni. En Jesús hafði aðeins margfaldað
jarðneskt brauð. Sýn gyðingana á kraftaverki í eyðimörkinni er dæmigert fyrir það hvað við erum almennt gjörn á að taka kraftaverkin af Guði. Auðvitað var það Guð en ekki Móse sem gaf fólkinu brauðið af himni. Og þarna stóð hið sanna brauð af himni fyrir framan þá. Trúin á hann er hinn andlega fæða, brauðið sem gefur sálinni eilíft líf, en þeir voru of vantrúaðir til að sjá það. Þeir skildu ekki að hann var þetta brauð, svo Jesús talar hreint út, ég er brauð lífsins. Hér gerir Jesús tilkall til guðdómsins með því að nota ég er. Og þetta er ekki eini staðurinn í Jóhannesarguðspjalli sem hann gerir það. Hann sagði, ég er ljós heimsins, ég er góði hirðirinn, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið og ég er vínviðurinn. Þegar Móse spurði Guð nafn hans, sagði Guð, ég er. Gyðingarnir höfðu komið til Jesú vegna vantrúar á hann og vildu sönnun. Og þeir voru ekki þeir einu sem að vildu sönnun. Annar maður sagði, meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Jesús svaraði þeim, vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Og tákni sem Jesús vísar til er að Jónas lifði 3 daga í hvalnum og Jesús var 3 daga í gröfinni. Þekktasta frásögnin af vantrú er af Tómasi lærisveini sem þó hafði gengið með Jesú. Hann hafði svipaða hugsun og gyðingarnir. Sjái ég ekki naglaförin í höndum Jesú og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa að hann sé upprisinn. Þegar Jesús birtist honum síðar, sagði hann, sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og við erum í þeim hópi. Við höfum ekki séð en trúum þó. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá, segir Hebreabréfið. Andstæða trúarinnar er vantrúin og hún byggir mat sitt á því að hið óséða sé ekki til og vill sannanir til þess að trúa. Jesús sagði að sú kynslóð sem heimti tákn væri vond og ótrú og ritningin notar oft samlíkinguna að vera ótrúr eða að drýja hór í merkingunni að halda við aðra guði. Því Guð hefur sagt að hann sé vandlátur Guð og hann sé hinn eini sanni Guð. Í Opinberunarbókinni segir, verðu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Trúfesti er það sem Guð biður því að fyrir hann fáum við allt það sem við þurfum. Feðurnir í eyðimörkinni átu manna brauð frá himni, en þeir dóu. Hið sanna brauð gefur eilíft líf. Myndmálið er auðskilið því manninum er nauðsynlegt að nærast. Sá sem kemur til mín, sagði Jesús, mun aldrei að eilífu hungra og sá sem á mig trúir mun aldrei þysta. Þessi 2 efni, brauð og vín, eru táknrænn líkami Krists í altarisgöngunni, í kvöldmáltíðinni. Við þurfum að meðtaka boðskapinn svo að hann verði hluti af okkur, okkar lífi og lífstíl, eins og segir í pistlinum úr postulasögunni. En þar segir að fólk hafi vegna vitnisburðar og uppfræðslu postulana selt eigur sínar til þess að bætast í hóp hinna trúuðu. Þeir hafi haldið hópinn og haft allt sameiginlegt. Daglega kom fólki saman í helgidóminum, braut brauðið í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans.
Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En Drottinn bætti daglega í hópinn þeim frelsast létu. Í þessum atriðum kristallast guðþjónustan í kirkjum okkar í dag. Menn komu saman í helgidóminum, fengu fræðslu Guð, lofuðu Guð í bæn og lofsöng, neittu altarissakramenta og neittu fæðu almennt saman. Í textanum eitt orð, helgidómur, sem ég set spurningamerki við, vegna þess að kirkjan sem slík var ekki stofnuð. Ekki hafa menn komið saman í musteri gyðinga og varla hafa menn haft svo stórt húsnæði til umráða að mörg þúsund manns hafi komist fyrir. Svo líklega hafa menn komið saman úti undir beru lofti. Helgidómurinn gæti því verið hvaða staður sem þar sem komið var saman til tilbeiðslu. Þetta rímar mjög vel við orði Jesú, því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal. Guð fylgir okkur hvert sem við förum og hvar sem við erum. Helgidómur því sá staður þar sem við tilbiðjum Guð. Já, þema í dag við borð Drottins og upprunalega merkingin að sá sem situr við borðið meðtekur boðskapinn. Hann neytir brauðsins og vínsins og sál hans mun hvorki hungra né þysta á eftir. Kristið samfélag samsett af þeim sem játa trúna, ólíkt öðrum trúarbrögðum þar sem fólk fæðist inn í trúna og hefur ekkert annað val, því samfélagið svo samofið trúnni. Játning kristinnar trúar byggist á vilja einstaklingsins. Þess vegna fræðsla svo nauðsynleg. Það sem svo athyglisvert við textan í postulasögunni hvað fólkið aðgreindi sig á áberandi hátt frá öðrum í samfélaginu. Það seldi eigur sínar og hópaðist saman. Guð og samfélag trúaðra varð þeirra lífstíll og endanlegur áfangastaður var ekki á jörðu, heldur á himni. Fólkið þráði að heyra sögurnar Jesú og segja öðrum frá og enn þarf boðskapurinn að berast áfram, því enn laus sæti við borð Drottins. Látið boðskapinn berast. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.